Amen, við þurfum að rísa upp. Það segir trú vor sigurinn. Eru sammála því? Trú vor sigurinn. Trú vor sigurinn. Þannig ef ég trúi, þá ég búinn að sigra. Amen. Takk Jesús. Man einhver vill svo ólíklega til að einhver muni hvað ég var að tala á síðasta sunnudag. Rétt upp hend. Og þú fær hérna kaffi og móla á eftir. Já, segja. Ég þarf að opna bókina til að muna það. Já. Þú ert orðlaus, takk. Þú varst að tala að við ættum að halda að sjá og vera ekki sjáandi og sjá ekki og vera ekki heyrandi og heyri. Já, það var hlutaði. Við máum nota augun sem Guð gefur. Amen. Þannig að, ok, þetta kom til þín einhver annar. Hefur einhver heyrt orðið lærisveinn? Það síðar sem heitir keflavíkgospel.is. Ég ætla að fara fram á það að þið farið á hana og hlustið á síðustu predikun af því að þessi hérna í framhaldi af henni. Og ég sagði það á síðasta sunnudag að ég ætlaði að halda áfram að tala af hverju við værum lærisveinar. En á síðasta sunnudag þá talaði ég að Jesús hefði kennt þeim lærisveinum sínum og ég myndist á það að við værum ekki kölluð til að vera guðfræðingar. Það ekkert vont að vera guðfræðingur. Ég segi bara að það ekki okkar köllun. Við erum kölluð til að vera lærisveinar og munurinn á guðfræðingi og lærisveini, hann var, Bergþóra veit það, lærisveinninn gerir, hinn skoðar. Ekki bara orða þannig. Einn gerir, hinn alltaf að pæla og skoða. Ok? Lærisveinninn, hann vill gera framkvæma Guðs orð. Og ég talaði lærisveinatungu og lærisveinaeyra. Og þið sjáu þetta allt, ég bara hvet ykkur að hlusta á þetta. Það var lærisveinatunga, það var ekki tunga til að ulla með, heldur til að tala með. Lærisveinatunga til að styrkja hina sem eru mæddir. Ok? Lærisveinaeyra, og þar komum við inn á ritninguna sem að hann Bergsteinn nefndi. Það ekki öllum gefið að heyra það sem andinn segir söfnuðinum. Þannig að það var lærisveinaeyra. Nú, spurningin var þá, fer Guð í manngreinarálit? Nei, þetta var opið öllum og Guð að kalla alla til að vera lærisveinar. Þannig að spurningin ertu lærisveinn? Og ef þú ert lærisveinn, að þá ert ekki á sama stað og varst í gær. Sjá til, ef þú ert lærisveinn, þá ert að vaksa. Einhver sem á sama stað í sínu trúarlífi og hann var í gær eða hefur dregist aftur úr, hann ekki lærisveinn. Þú segir kannski, þú ert að dæma mig, allt í lagi, ég dæmi þig, en hérna dæmdu þig þá sjálfur og byrjaði að vera lærisveinn. Byrjaði að vaksa. Byrjaði að vaksa. Ég búinn að ganga með Jesú Kristi 41 ár, kannski hef ég vaxið ægilega rólega og hægt, það sést. En ég ennþá að vaksa og ég kepp eftir því að vaksa á hverjum degi. Ég leita Guðs á hverjum morgni, bið hann að opna eyra mitt og ég bið hann að gefa mér tungu til þess að ég segi eitthvað sem styrkir fólk og uppur á fólk en brýtur það ekki niður. Þannig að ég vil vaksa. Nú, við enduðum á síðasta sunnudag á því að segja að við værum lærisveinar ekki bara fyrir þetta líf, heldur hið komanda. Og þar byrjum við í dag.
margir halda að kristna lífið sé bara fyrir þetta líf. En Páll segir í fyrra Korinthubréfi 15. kafla og 9. vers, ef von okkar nær aðeins til þessa lífs, þá erum við umbunarverðastir allra manna. Ef von okkar nær aðeins til þessa lífs, þá erum við umbunarverðastir allra manna. Þannig að kristna lífið snýst ekki bara þetta líf. Jesús, hann dó til þess að við gætum eignast eilíft líf. Eilíft líf. Okay? Hann dó til þess að við gætum eignast eilíft líf. Og ég myndist á það, ef ég man rétt, nú er eins gott að ég muni rétt, ef ég er að biðja ykkur að muna, að við í hinu komandi lífi ættum við að ríkja með Kristi. Og við skulum lesa ritningu í 2. Tímóteusarbréfi, 2. Tímóteusarbréfi, 2. kafla. Og nú förum við kannski svona inn í biblíulestur, ef ég get hamið mig. Þá förum við inn í biblíulestur. Það segir hérna, í 2. Tímóteusarbréfi, 2. kafla, það segir í 11. versi, ef við höfum dáið með honum, þá munum við og lífa með honum. Ef við höfum dáið með honum, þá munum við og lífa með honum. Ef við stöndum stöðugir, þá munum við og með honum ríkja. Ef við afneitum honum, og þá ef við stöndum stöðugir, þá munum við og með honum ríkja. Ef við stöndum stöðugir, þá munum við og með honum ríkja. Allir búin að ná því? Ef við afneitum honum, þá mun hann afneita oss. Við ætlum ekki að afneita honum. Þótt við séum ótrúir, þetta er mjög gott, þetta er mjög mikil huggun í þessu, þá verður hann samt trúr. Þótt við séum ótrúir, þá verður hann samt trúr. Af hverju? Því hann getur ekki afneita sjálfum sér. Við erum líkami hans. Hann afneitar okkur ekki, nema við afneitum honum. En takið eftir þessu, ef við stöndum stöðugir, þá munum við og með honum ríkja. Og hugsunin fyrir þennan lestur í dag að vera lærisveinn er svo að við erum ekki bara að læra fyrir þetta líf heldur hið komanda. Við erum ekki bara að þroskast fyrir þetta líf heldur hið komanda. Ég er að fara í ferð núna, á 50-daginn er ég að fara til Kenía. Og vitið þið hvað? Nú skal ég segja ykkur leyndarmál. Þegar það sem ég set niður í töskuna áður en ég fer, það verður nákvæmlega það sem kemur upp úr henni þegar ég kem. Þú segir, hvað er þetta að segja? Þú eru komin í allt annað land, breytist þetta ekki? Nei, það sem ég set í töskuna hérna kemur upp úr henni hinum megin. Sjáðu, sumir halda að þeir geti lifa bara sínu lífi hérna eins og þeim sýnist sem lærisveina Jesú Krist og svo muni bara allt breytast þegar þeir komi til himins og þá verður þeir allt í hennu voðalega svona smart og andlegir og gáfaðir í Kristi, en það sem Biblían kennir okkur er að það sem þú setur í töskuna í þessu lífi, það kemur upp þegar þú kemur inn í eilífðina. Og þýðir það að þú frelsist þá ekki? Nei, það þýðir ekki það, en það þýðir að þinn andlegi þroski sem þú ferð með héðan, hann er það sem þú kemur með inn í himininn. Þess vegna segir, til dæmis í Korinthubréfinu 1, 3. kafla minnum í 10. vers, að sumir sem hafa byggt sitt andlega hús úr heyi og hálmi, þeir munu frelsast eins og úr eldi. Hugsaðu þér, að heyi og hálmur
Sjáðu, það er voðalega flott. Þú getur byggt stórt hús úr hei og hálmi og lítur vel út, en þegar vindur kemur og blæs á það, eða eldur kemur, að þá brennir hann það, en sjáðu, húsið okkar á að vera byggt á bjargi. Þannig að það segir þarna að sumir munu frelsast bara eins og úr eldi, þeir koma bara eins og naktir heim, í staðinn fyrir að þeir áttu að koma í brúðkaupsklæðum. Þannig að þetta vera lærisveinn, sumir segja, ok, ég nennis ekki, ég er frelsaður og það er bara nóg. Nei, Jesús, hann sagði að við ættum að fara að gera lærisveina. Lærisveina, ok, og kenna þeim allt það sem hann kendi okkur. Þannig að ef að þú ert lærisveinn, þá átt að vera að kenna einhverjum öðrum það sem þú hefur lært. Og síðan að þú að læra meira og meira og meira og kenna fleirum. Og þannig gengur þetta koll af kolli að við gerum læri sveina. Nú, það er í sambandi við þetta að taka upp úr töskunni, það voru 2 ritningar, ég las aðra ritninguna í Kólósebréfinu og ég ætla að lesa þær, Kólósebréfinu 1:28, Kólósebréfið 1:28, sem Páll er að tala að hann er að erfiða. Hann er kennari og hann er þjálfari, hann er ekki bara kennari, hann er þjálfari. Hann segir, hann boðum vér, þarf að segja Krist, við áminnum sérhvern mann, fræðum með allri speki, til þess að við getum leitt hvern mann fram fullkomin í Kristi. Það er annað vers, fullkomin. Fullvaxinn eða andlega þroskaðan eða fullvaxinn, þýðir þetta orð. Í Efesusbréfinu 4. kafla, þá er líka talað 13. vers, að ef við lesum á undan að þá eru sumir postular, spámenn, hirðar, til þess að fullkomna hina heilögu, þangað til við verðum allir einhuga í trúnni, þekkingun á sinni Guðs, verðum fullþroska og náum vaxtartakmarki Krists fyllingar. Þannig að hér er aftur talað þetta, og hver vill leggja vinnu í það að þjálfa upp einhvern leikmann eða hvað það er. Ég veit að Greta gaf mér mynd í afmælisgjöf þegar ég var 60, hún hangir upp á vegg, falleg mynd, takk aftur. En ég er alveg viss það að þegar hún gerir mynd, að þá ætlast hún til þess að myndin verði einhver staðar. Hún gerir ekki myndina bara til þess að hendinni þegar myndin er búin. Og það er sama þegar við erum að tala vaxtartakmark, að vera fullvaxin, fullkomin, að þá erum við í raun og veru komin á þann stað að nú á að fara nota okkur. Og hluti af þessu er að Jesús vill og Guð vill nota okkur í þessu lífi, en það er ekki allt. Ef von nær aðeins til þessa lífs, þá er trú okkar fánýt. Von okkar nær líka til næsta lífs, því að þá segir Biblían að þar munum við með honum ríkja. Þannig að ef að þú vilt fá einhvern í stjórn með þér, viltu þá fá einhvern sem hefur ekkert vit á því félaginu sem þú hefur stofnað? Viltu fá einhvern stjórnarformann í félagið þitt sem veit ekkert hvað viðskiptin snúast? Eða viltu fá einhvern sem hefur verið að kynna sér málið, hefur brennandi áhuga, sem veit allt það sem þú ert að gera og getur gefið þér góð ráð og getur í raun og veru tekið í stjórnartaumana ef þarf á að halda? Já, þú vilt hafa þannig mann, og það er eins með Guð. Hann vill fá lærisveina inn í hið komanda líf sem eru tilbúnir að ríkja með honum. Já, en ég held að hann ætlaði að gera þetta allt. Ég meina, bara þegar ég kem, bara skrúa eina skrúu, snúa einu handfangi og þá er ég tilbúin. Nei, það gerist ekki þannig. Öll Biblían talar það að
lífið hér á jörð reynslutími og að það verið að undirbúa okkur fyrir hið komanda líf. Sá sem stendur stöðugur allt til enda. Og ef við erum stöðugir, þá munum við ríkja. Ég ekki að tala að við verðum ekki hólpin, að við frelsumst ekki. Ég bara að tala að þetta hvatning til okkar að halda áfram vegna þess að allt sem við gerum, við fáum laun í himninum. Að erfið okkar ekki árangurslaust í Kristi, jafnvel þó að þér finnist þú ekki hafa borin mikinn ávöxt hér, ef þú ert lærisveinn, að þá mun Guð nota þig í hinu komanda lífi. Þannig að það ekki til ónýtis. Og ég finn mikla uppörvun í þessu. Sjáðu að lífið mitt, ef að ég stend stöðugur, ef að þú stendur stöðug, að þá munum við vera þarft kér, eins og segir í Tímóteusarbréfi, húsbóndanum hæfilegt til sérhvers verks, jafnvel í hinu komanda lífi. Og mér langar að sýna ykkur bara nokkra ritningastaði hið kannski komanda líf. Og ef við lesum Opinberunarbókina 24, þá segir ég sá hásæti, menn settust í þau, dómsvald var þeim fengið, ég sá sálir þeirra sem hálshöggnir höfðu verið, sakir vitnisburðar Jesú, sakir orð Guðs, það voru þeir hinir sömu sem ekki höfðu tilbeðið dýrið, né líkneski þess, ekki fengi merki á enni sér og hönd, þeir lifnuðu og ríktu með Kristi 1000 ár. Ég ætla ekki að tala 1000 árin í dag, vegna þess að það alveg annar kafli, en þeir ríktu með Kristi. Þeir risu upp, þeir ríktu með Kristi. Og þú kannski lest þetta fljótt yfir og segir, já, en það voru þeir sem voru hálshöggnir. Nei, það voru líka aðrir menn á undan, sem settust í hásæti og dómsvald var þeim fengið. Síðan voru þeir sem dóu í þrengingunni. Þannig að hér sjáum við að það eru menn sem ríkja með Jesú Kristi. Júdas 1:14 þessa menn spáði líka Enok, 7. maður frá Adam, hann segir, sjá drottin komin með sínum 1000 heilagra til að halda dóm yfir öllum og til að sanna alla óguðlega menn, seka öll þau óguðlegu verk sem þeir hafa dríkt og öll þau hörðu orð sem óguðlegi syndarar hafa talað gegn honum. Okay? Hér komin dómur. En hverjir eru með honum? 1000. Enska biblían segir 10.000. En það eru skiptir ekki máli hversu margir, það eru 1000 heilagra með honum. Og hverja haldið hann hafi með sér? Einhverja sem bara koma bara fyrir tilviljun, einhverja sem, nei, hann hefur með sér fólk sem hann hefur fengið að móta, þjálfa, hann hefur fengið að kenna. Sjáðu þið, heilagur andi kennarinn okkar. Þess vegna, mér langar bara uppbyrja ykkur, það ekki til einskis að vera að læra. Það ekki til einskis að nema Guðs orð, læra að þekkja heilagan anda hér á jörðu, jafnvel þó að þér finnist þú ekki vinna nógu marga fyrir Krist, að þá það samt ekki til einskis, vegna þess að hann ætlar líka að nota okkur í hinu komanda lífi og komanda lífið eilífðin. Þetta líf bara 70-80 ár. Þannig að við skulum ekki hugsa sem svo þetta skiptir engu máli. Við erum lærisveinar fyrir þetta líf og hið komanda. Það sem ég set í töskuna kemur upp þar. Það sem ég set í töskuna hér kemur upp þar. Þannig að ég hvet okkur öll til þess að standa stöðug og halda áfram að vaksa. Nú, 11:15, Opinberunarbókin, 11:15. Ég ætla að lesa Rómverjabréfið 5:17 líka. Þar segir,
Ef misgjörð hins eina manns hafði í för með sér að dauðinn tók völd með þeim eina manni, því fremur munu þá þeir sem þiggja gnóttir náðarinnar og gjafa réttlætisins lifa og ríkja vegna hins eina Jesú Krists. Og mig langaði að segja að hér staða Adams endurheimt. Við féllum í synd, mannkyni féll í synd, Jesús kom, hann dó fyrir syndir okkar, Rómverjabréfið 5:17, hann dó fyrir syndir okkar og staða Adams endurheimt. Nú get ég og þú, við getum ríkt hér á jörðinni í Kristi. Við getum ríkt á jörðinni í Kristi. Óvinnurinn ríkir ekki yfir okkur inn í Guðsríkinu hér á jörð. En við erum samt ennþá að heiman. Við erum ríki Guðs inn í óvinaríki. Er allir með? Við erum ríki Guðs inn í óvinaríki. Þessi heimur hérna í kringum okkur á valdi óvinarís. Ennþá. En svo, Opinberunarbókin 11:15. Svo kemur 11:15 og ég trú að sé ekki langt í það. 7. engillinn básúnaði. Þá heyrðust raddir miklar á himni sögðu: Drottinn og Kristur hans hafa fengið vald yfir heiminum, hann mun ríkja aldir alda. Öldungarnir 24, þeir sitja frammi fyrir Guð í hásætum sínum, féllu fram á ásjónu sínar, tilbáðu Guð og sögðu. Og takið eftir því, ég ætla að lesa hérna aftur, Drottinn og Kristur hans hafa fengið vald yfir heiminum. Nú hafa þeir fengið vald yfir heiminum. Höfðingi heimsins, hér verður honum kastað út. Drottinn hefur tekið völdin. Og lesið hérna með mér, þeir féllu fram á ásjónu sína, tilbáðu Guð og sögðu: Við þökkum þér Drottinn Guð, þú alvaldi, þú sem ert, þú sem varst, þú hefur tekið valdið þitt hið mikla og gjörst konungur. Heiðingjarnir reiddust, en reiðið þín kom. Takið eftir, nú reiðist allt það sem við köllum góða fólkið, þessir vilja upphefja veldisbrota guðleysisins. Það sem öldungarnir sögðu: Við þökkum þér Drottinn Guð, þú alvaldi, þú sem ert, þú sem varst, þú hefur tekið valdið. Nú hefur þú tekið valdið. Þannig að nú Drottinn kominn og nú verður ekki lengur þessi ríkisstjórn sem hér. Guð mun skipa nýja ríkisstjórn. Og þá segir að heiðingjarnir reiddust. Og sá tími dauðir skulu dæmdir. Sá tími dauðir skulu dæmdir, tíminn til að gefa laun þjónum þínum, spámönnunum, hinum heilögu, þeim sem óttast nafn þitt, smám og stórum, og til að eyða þeim sem jörðina eyða. Hérna kemur bara nýtt tímabil, hugsið ykkur. Nýtt tímabil, það Guð sem tekur völdin. Hann hefur alltaf sagt að það mun verða. Það mun verða og það styttist í það. Vegna þess að spádómarnir benda allir á það. Ísrael kominn heim, Jerúsalem orðin höfuborg. Hann kemur til sinnar höfuborgar sem Jerúsalem, borgin sem heitir Drottinn þar, samkvæmt ritningunum. Drottinn býr þar, borgin sem kölluð brúður Guðs. Hann kemur þangað, bókstaflega. Þannig að hér fær hann vald yfir heiminum og heiðingjarnir reiddust. Alveg eins og við verðum stundum reið þegar heiðingjarnir gleðjast í dag. Af því að það verið að gera á móti boðum Guðs, en nú það þeir sem reiðast af því að nú tekur Guð völdin og við gleðjumst. Opinberunarbókin 3:21, ein ritning hérna, segir, og þetta kemur inn á að vera lærisveinn og að vera í trú. 3:21, þannig sigrar mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu,
eins og ég sjálfur sigraði og settist hjá föður mínum í hásæti hans. Hvað þýðir þetta? Þýðir þetta endilega að við sitjum í fanginu á Jesú og hann hossa okkur? Ekki endilega. Þetta þýðir það að við munum ríkja með honum. Við komum undir hans hásæti eða sitjum í hásæti hans og ríkjum með honum. Við verðum í hans stjórnarráði. Setjum, sá sigrar, mun setjast með honum í hásæti hans. Mér finnst þetta bara frábærar fréttir. Verður fótbolti í himninu? Ég veit það ekki. Ég sé svona armaði svip á sumum. Það getur vel verið. Fyrst það á jörðinni. Ekki. Það er sumir sem eru mjög andlegir, þeir hrista höfuðið. Ég er ekki alveg viss vegna þess að ég held að við fáum virkilega njót okkar í hinu komanda ríki. Svo okkar erfið og vöxtur þroski er ekki bara að læra fyrir þetta líf. Það er eiginlega það sem ég vil segja, við erum lærisveinar ekki bara fyrir þetta líf. Og það eru margar ritningar sem að í raun og veru tala að Jesús hann er að hreinsa kirkjuna til þess að hún sé blettlaus, heilög, lítalaus og í Opinberunarbókinni 19:7 segir að brúður hans hefur búið sig, þannig að hún hefur búið sig fyrir brúðkaupið, þannig að það er svo margt sem talar til hins komanda lífs. Já, en þú segir brúður hans, ok, kom hann ekki bara og sagði hókus pókus, hún er hrein og nei, brúðurinn hefur búið sig. Brúðurinn varð ástfangin af Jesú, brúðurinn varð lærisveinn, brúðurinn byrjaði að undirbúa sig fyrir það að fá að vera með í brúðkaupi Jesú af því að hún elskaði hann og hún gjörði sjálfa sig tilbúna til að vera með. Brúðurinn hefur búið sig. Sjáu þið, þetta harmonerar að vera lærisveinn, það er ekki bara fyrir okkur núna, heldur mun það fylgja okkur. Þetta líf er undirbúningur. Það er, á einu stað segir Jesús, sá sem hyggst finna líf sitt mun týna því, þetta er Matteus 10:39, en sá sem að týni lífi sínu mín vegna, hann mun finna það. Og ég veit ekki með þig, en þetta er svona áhætta. Ég hef stundum hugsað, Guð, ef ég bara gef þér allt og bara lifi ekkert lífinu hérna og þá kannski missi ég af því, ef það er ekki til megin. Sjá, þetta byggir á trú. Ég veit að það eru margir sem hugsa, já en ég vil njóta lífsins. Ok, ég trúi því að við getum bæði notið lífsins og að það sé að njóta lífsins að týna því vegna hans. Ég trúi því. Ég trúi að við bæði að lifa lífinu í fullri gnægð og týna okkur í honum, elska alla og boða hans orð, vera lærisveinar hans og hvað skrifaði ég hérna? Sá sem týnir lífi sínu eða það er að hann lifir þessu lífi með þið komanda í huga. Sá sem týnir lífi sínu er sá sem lifir lífinu hérna með hið komanda líf í huga. Þannig að 2. Tímóteusarbréf segir, ef við stöndum stöðug þá munum við ríkja með honum. Þá munum við ríkja með honum. Og að við stöndum stöðug, veistu það, þú hefur stuðning. Og ef þú átt erfitt með að standa stöðugur, að þá getur bara stutt þig við einhvern sem er við hliðina á þér. Þú getur hallað þér upp að einhverjum. Þú þarft ekki að hafa svo mikla krafta til að standa. Vegna þess að Páll sagði þegar ég er veikur, þá er ég máttugur. Við höfum fullt af systkinum. Móse hann þurfti einu sinni 2 til að halda upp í höndunum sínum. Hann notaði þá. Og til þess höfum við kirkjuna, samfélagið, til þess að við getum staðið stöðu, við getum hjálpað hvert öðru.
uppörva hvert annað til þess að standa stöðu. Og þetta er ekki spurning hvað þú ert klár eða hefur mikinn kraft. Þetta er spurning hjarta sem er ástfangið af Jesú. Spurning hjarta sem er ástfangið af Jesú. Þú vilt vera með honum að því að þú ert ástfangin. Amen. Það er að vera lærisveinn Jesú, þú ert ástfangin af Jesú. Þú vilt læra af honum. Alveg eins og börnin gera allt eins og pabbi gerir, eða mamma gerir. Og eins viljum við læra af okkar Jesú og gera það sem hann gerir. Jesú sagði, ég gerir bara það sem ég sé Faðirinn gera. Og við segjum, við viljum bara gera það sem við sjáum heilagan anda gera. Amen. Ein ritning hérna sem að Páll, og það er síðasta ritningin í dag, Filippíbréfið 3:14, og túlkunum fer brátt í frí. Mér finnst erfitt að túlka hérna, mér finnst erfitt að túlka Snorra þegar hann talar 100 sinnum hraðar en ég. Þannig að þið megi gefa túlkinu gott klapp á eftir, bæði á bakið og. Hér segir, eitt gjör ég, Filippíbréfið 3:14, ég gleymi því sem að baki er en seilist eftir því sem framundan er, keppi þannig að markinu, keppi þannig að markinu, keppi þannig að markinu, keppi þannig að markinu, keppi þannig að markinu til verðlaunanna á himnum. Þannig að það er eitthvað sem gerist í himnunum sem hefur með markið að gera. Það er ekki hér á jörðu, við þjónum hér á jörðu, við ríkjum hér á jörðu með honum, en föðurland vort er á himni og frá himni væntum við frelsara vors, segir Páll hér í sama bréfi. Þannig að ég keppi þannig að markinu sem Guð hefur kallað oss til fyrir Kristi Jesú. Þannig að takk eftir þessu að þetta er þín köllun. Guð er að kalla þig og hefur kallað þig að þessu marki. Ekki bara vera lærisveinn hér á jörðu, heldur lærisveinn líka fyrir himinin. Og það tekur ekkert frá því að vera lærisveinn á jörðu. En svo lesum við næsta vers, þetta hugafar skulum við því allir hafa. Svona eigum við að hugsa. Sem fullkomnir erum. Ég er ekki fullkomnir, segir við. Þá er ég stikkfrí. Nei, þú ert líka að keppa eftir því að vera fullkomin. Þú ert að vaksa. Og orðið fullkomin þýðir, samkvæmt Amplified Biblíunni, ég braut það nú ekki betur upp en það, spiritually mature eða full grown. Sem sagt andlega þroskaður eða fullvaxinn. Fullvaxinn. Og við erum kannski öll á mismunandi stað þar, en þó þú sért Páll, ef einhver var kannski fullvaxinn, þá hefði ég sagt að Páll væri það, en hann var samt að keppa eftir meiru. Og hann sagði þetta hugafar skulum við því allir hafa sem fullkomnir erum, eftir hugsiði nokkru öðruvísi, þá mun Guð einnig opinbera yður þetta. Eftir hugsiði nokkru öðruvísi, þá mun Guð einnig opinbera yður þetta. Ok, nú gerum við aðeins öðruvísi, ég ætla að biðja stutta bæn og síðan langar mig að við bara aðeins höfum smá umræður efnið. Ef þið hafið spurningar, komment, við bara aðeins, af því að kannski grípið ekki allt sem ég var að segja, kannski sagði ég eitthvað vitlaust, þá leiðréttið þið mig. En Drottinn, ég bara þakka þér fyrir orðið þitt. Það er svo yndislegt að læra af þér, sitja við fætur þína, eins og María satt við fætur þína, nema orðið þitt, Faðir, og fá að uppörvast í orðinu þínu og fá að vita að orðið þitt er sannleikur og þar sem þú hefur áður sagt mun framkoma. Og Drottinn, við erum svo þakklátt fyrir samfélag heilags anda hér í dag. Þakka þér fyrir það að þú ert hinn sami. Þakka þér fyrir að þú ert ennþá að lækna fólk og þakka þér Drottinn að lækningin er hér í loftinu í dag. Hún er hér í dag, Faðir Guð. Hún er hér fyrir anda þinn, Drottinn minn og Guð minn. Við lofum þig fyrir og við meðtökum, Faðir Guð.
Við meðtökum inn í hjart okkar lækninguna þína. Halleluja. Og hún mun opinberast í líkam okkar, fyrr eða síðar. Við göngum Drottinn inn hlið þín með þakkargjörð í sál. Með þakkargjörð í sál. Þakkargjörð í sál. Og við aðskiljum okkur frá óvinnum. Lofaði sé Drottinn, hrópa ég. Og ég frelsast frá óvinnum mínum. Amen. Amen.